Það til alvörinni rannsóknir sem bara hægt að fletta upp á netinu sem að sýna að sko óhreinn förnabusti sem er búin að vera að notkun einhverja vikur eða eitthvað geta verið óhreinni og innihaldi fleiri bakteríur. Ekki segja það. Jó, ekki segja hann heldur en klósett setur á almenningsklósettum sko. Nei, á almennings. Já, ekki bara heima. Ég var alveg ekki segja það. Hvað er eitthvað láskíða í dag? Er eitthvað lítið líður? Ég? Já. Nei. Mætti halda að það hefði verið á okki í ger? Já, þú meinar þannig. Já. Ég held að vera bara því ég er búin að kvarta í veðrunni allan dag. Nei, reyndar, ef maður hefði verið á okki og væri eitthvað lítið lísir, það er ekkert endilega samnefnari, sko, því að maður er bara gladur eftir heimsókn okki, sko. Já, ég ætla ekki alltaf bara með geggjaða myndir og geggjaða content og... Aðeins kannski riðgæða daginn eftir, en þú veist. Okkur lítið smá. Að því að það er svo góð tilbúið happy hour og... Herru, þetta happy hour er náttúrulega, ég held mitt uppáhalds. Já, ég ætla ekki að segja hvað maður er búin að fara oft. Nei, það er engin skylda. Það er trúnaðarmál. Það er trúnaðarmál. Við erum í öruggu umhverfi. Já, við mælum allan með því að þeir sem eiga eftir að nýta sér þetta geggjaða tilboð. Já, og líka bara svo gaman að hóa bara nokkra á skrifstofunni eða nokkra vini sem maður, þú veist, er ekki hitta alla daga, skilur við, bara gera sér glaðan dag og gera eitthvað skemmt, leika sér smá. Já, líka bara slá nokkra flugur í einu höggi. Já. Borða geggjaðan mat, fá sér koktela, taka myndir þarna inn á flottasta selfie í klósetti landsins og þarna, það var gaman. Eitthvað, já, fara smá leika. Yes. Mælum með því. Já. En að þætti dagsins heldur betur. Ég er með svona ég veit ekki, svona hlýtt í hjartanum ég var svo glöð eftir hennar þátt og bara, ég er búin að vita eiginlega að þetta yrði geggjað spjall, ég er búin að vera svo spennt að fá hana Þú ert alveg búin að tala um hana oft sko. Já, hún er búin að vera alveg lengi á leiðinni sko, bara síðan í síðustu serju. Já, ok. Þannig að loksins kom að því og ég er búin að vera svo spennt að heyra söguna bak við þetta allt og þetta er sko í raun og veru hvað ég segja, þetta er svona ég sé það núna hvað þú lifnar við að tala um þetta. Nei, mér finnst þetta bara, veist, þetta er konseptið sem að þættirnir snúðast bara einhver svona stelpa sem að sá tækifæri og ákvaða að kýla á það og bara gafst ekki upp þrátt fyrir ýmsar hindranir og veist, alls konar verkefni sem að hún er að takast á við samhliða því að byggja upp fyrirtæki, hún er búin að eignast 2 börn og er með annað fyrirtæki líka og COVID í millitíðinni og þannig að hún er bara, mér finnst hún bara svo frábær. Mér finnst þetta mjög áhugavert og ég fór allan að beinustilega heim til mín að þvo förðunarbustana mína. Ég er ekki hissa á því með við. Nei. Það sem hún var að segja okkur, say no more. Já, en sko... Mæla ekkert endilega með að vera að borða æðbita meðan hún var að hlusta þetta. Allan ekki varst með skítaðan förðunarbusta. Það væri skrítið. Já. En nei, mér finnst þetta bara, þetta er bara frábært dæmi hugmynd og vöru og vörumerki sem að kemur frá bara svona lítill hugsun í ákveðnum aðstæðum. Já. Hún er bara komin með sinnirinni frama og það kom einhverjar, hún er ítrekka að lenda einhverjum aðstæðum þar sem hana vantar eitthvað og hún bara fer á stað og býr það til. Mér finnst það geðveikt. Og það er eitt, hún hefði getað farið og eins og hún gerði, bara búið þetta til og bara verið góð, bara með þess að verið fyrir sjálfa sig. Já. En að taka þetta síðan skrefni lengra og fara með þetta í framleiðslu og sölu, það er aðeins annað, sko. Já, það er alveg stór ákvörðun. Já, og það er bara frábært að sjá hvað þetta hefur vaxið hjá henni og eins og hún var að tala um þarna á þess að spoila miklu í lokin, þá er greinilega hugsaðin stærra, sko, og það eru fleiri verur væntanlegar. Já, ég var komin á hugmyndaflug. Já. Ég er ekki, tengist þessu ekki á einn en einn hátt. Þannig að þetta er greinilega komast í svona, hvað sé, þessa vörumerki ást sem ég fæ stundum. Einmitt. Komin á hugaflug fyrir alla viðmælendur sem þeim listaðin eftir að bara... Típist. Nei, en þetta var... Annað, ertu búin að skella þér á einhverja góðar útsölur? Jú, ég er aðeins búin að kíkja, sko. Ok. Ég keypti mér svona basic hluti í Lindex sem ég gerir reglulega. Bara þegar mér vantar eitthvað svona... Þau náttúrulega eru með bestu nærföt. Já, ég fyrir utan það nærföt og sokka, bara ég kaupi það hvergi annar staðar. Akkurat. En bara svona, þú veist, mér vantaði en daginn allt í hennu bara svona basic svartan stuttarmaból. Já. Og ég fór, ég meina svo í honum. Já. Ekki plana, en þú veist, ég keypti mér svartan og hvítan
þetta er bara svona, svona geggið svona, ekki spandexefni en svona já, svona teygjanlegur, ekki svona, já. Það eru þessir hlutir sem ég veit bara að ég finn í Lindex, bara svona klassíska gallabuxur. Svona capsule wardrobe. Akkurat. Þannig að ég fann þennan, man ekki, undir 20 skall stykkið, sko. Nice. En þú, ert þú búin að kekja eitthvað? Ég keypti með bikini. Mjög langt síðan ég keypti með bikini og svolítið, ég er meira svona sundbólakona allt í núna. Okay. En, þú veist, vissulega að dóttir mér segir að ég sé samt í gælu sundból. Ok, já, ég meina þeir eru alveg til. Þannig, en ég fór í bikini að því að ég stefna að vera helst erlendis þegar þessi þáttur kemur út. Ég ætla að setja myndaðir hérna yfir. Þá kemur mynd af mér í bikini, akkurat, það er það sem er að fara að gerast. Og og svo bara, þú veist, ég elska að kaupa fyrir krakkana mína. Þannig að Lindex er mjög bara stórt merki í fattaskapnum hjá bönnunum mínum. Hefur verið að löngu árum fórum við til samstarf, sko. Já, algjörlega, og var náttúrulega bara, ég fór aðalanga fyrir barn og föt. En ég er nýbúin að kynnast þessu svona fyrir sjálfa, já. En svo hef ég bara aftur nærfötin svo við séum með mjög persónulegum nóttum. Já, í hvernig nærbuxum ert þú í dag? Já, akkurat. Ég skal sýna ykkur það. Akkur þarf ég alltaf að fara út í eitthvað svona bull. Næst ætla ég að reyna að vera eitthvað alvarleg. Það er gaman. Þetta á ekki vera alvarleg. Nei, það er leiðilegt. En ég þarf alltaf að fara út í eitthvað svona flip. Yes. Við skulum snúa okkur að alvarlega efni þáttarins, eða hittuveldir. Komum okkur að staða. Ásthildur, gjör svo vel. Já, hún er sest hjá okkur, hún Ásthildur. Velkomin í Vörumerki. Takk fyrir að fá mig. Já, ég er búin að bíða spennt. Við ætlum að taka þetta í síðustu seríu, en það fór eins og það fór. En hingað ertu komin og eins og ég segi, við ætlum að fara yfir söguna þína og merkið þitt sem heitir Mist & Co. Nákvæmlega. Hvað er Mist & Co gamalt? Mist & Co, það er 5 ára, það er 5 ár síðan að ég kom með það á markaðinn og já, 5 ára sem sagt, það er 6, ég byrjaði að þróa það fyrir 6 árum, eitthvað rétt yfir. Já. Og ertu þá menntuð í efnafræði eða hvernig kom þessi hugmynd til? Ég er ferðunarfræðingur og er búin að vera að vinna við það núna í næstu 10 ár og ég fór í svona erlendan ferðunarskóla sem var reyndar inn á Íslandi nema með erlendum kennurum og svoleiðis og þau voru rosa mikið að tala hreinlæti á milli sem sagt kúnna og sögðu hvað skipti miklu máli að þrífa burstuna sína eftir hverja förðun. Og þau voru með einhvern svona vökva þar sem þau dýfðu ofan í sem keyptu í apóteki og dýfðu ofan í og þurrkuðu í svona bara eldhúsrúlu og sögðu að það væri mjög sniðugt nema það var bara 30% sótthressandi og ég fór eitthvað að skoða þetta og fór að skoða og sem sagt, já, búa til bara minn eigin burstarhins úr þessu kom staði að það gæti verið miklu sniðar að spreyja bara beint í ferðunarbustan til þess að og nutta sem sagt bara beint í þvottapoka eða eitthvað svoleiðis og byrjaði síðan bara að blanda alls konar ilmóljum og bara leika mér meira með þetta sko og í rauninni var þetta bara gert eða sko þetta var upphaflega bara gert til þess að létta mér vinnuna sko þú veist Jú, bara í náminu þá eða sem förðunarfræðingur? Nei, bara þegar ég var síðan orðin þegar þú varst útskrifið? Já, þá byrjaði ég að vinna sem förðunarfræðingur freka mikið fyrir brúðkaup og þá langaði mér að geta tekið þú ert að taka brúðurina og svo strax eftir hana ertu kannski með móður brúðurinnar eða bridesmaid eða eitthvað þannig og þá viltu vera með hreina busta en þú getur ekki þegið á með sápu og vatni og þá tekur það halvan sólarhring að bíða því þannig að þú getur ferðast með færri busta og þú bara þrífið á milli og fyrir þarna á mínútu. Þannig að þarna sástu bara vandamál í rauninni sem að þú ákvast bara að leysa? Já, í rauninni og bara upphaflega bara fyrir mig sko. Já. En hvað? Og hvernig þarna kom síðan hugsunin að þetta geti orðið eitthvað stærra? Sko, ég hef alltaf verið að gera eitthvað svona mitt sko, eða allavega í langa tíma eða þú veist, ég hef einhvern veginn alltaf haldið að ég sé að fara að koma með eitthvað svona sjálf eða þú veist, stofna vörumerki eða verið í mínum einu rekstri, þetta hefur svona
mér er alltaf leiðið þannig að það væri svona mín leið, gekk ekkert sérlega vel í skóla svona, þegar ég var lítil, klára samt menntaskólan og fer síðan í hennan skóla, en það var ótrúlega fyndið eiginlega, það var svona breaking moment þegar ég var bara eins og svo ofta áður að þrífa ferðunarbustana bara heimi á mér eftir einhverja ferðun og maður minn, eða kæristi minn, kemur og segir bara, þú veist, hvað ert alltaf að nota, hvernig ert alltaf að þrífa þessa ferðunarbusta, hvað er þetta? Hvernig, þú veist, og ég segi bara, ef ég væri ekki með þetta, þá myndi ég ekki nenna því að vera ferðunarfræðingur. Og þá hugsaði hann bara, og ert þú að búa þetta til? Og engin annar, eða þú veist, og þannig að hugsaði við bara, ok, það getur verið sniðt að láta framlega þetta og já, lifa fleirum að prófa og nota. Og hvernig var ferlið eftir þetta? Þú ert komið með þarna þína formúlu sem er þá þitt hugverk. Já. Fórstu næst að sækja einkaleyfi á þessu eða? Við erum með svo sagt einkaleyfi á ég man ekki nákvæmlega en það er sem sagt nafnið og það er litirnir. Þú veist, þú getur ekki fengið bara einkaleyfi á einhvern veginn allan pakkan bara á burstarinsinum á, þú veist, uppskriftin en þú getur við fórum svona einhvers konar leiðir þannig að þú veist, ef einhver myndi vilja bara copy-pasta þetta í einhvers staðar, þá er það allavega ekki. Ertu að meina formúluna þá? Já, formúluna, litinir, þú veist, það er svona bara einkenni vörunar. Já, í rauninni. Og ertu þá með það á Íslandi, fórstu á fleiri staði að sækja Já, alþjóðlega, sko. Ok, var þetta ekki flókið ferli? Jú, Ívan, maður minn sá svolítið þennan pakka, sko, í að sækja leyfi, en það var enda alveg, þú veist, 2 ár eftir að ég stofnaði þetta, sko. Okay. Já, ok. Ok, ég er með svo margar spurningar, sko, bara allt ferlið og nafnið og allt, en svo við byrjum kannski aðeins á byrjuninni, við erum eftir að tala svo mikið vfyrirtækið og vörurnar og svona, en svo við fyrir aðeins í bara hver þú ert, þá er kannski gott að byrja bara á liðnum okkar góða, þú sem vörumerki. Ég var búin að senda þér nokkrar spurningar og þar á meðal þessar. Við erum sérst með þennan lið í boði skór.is, þess að við byrjum viðmælendur að nefna svona sín 3 kjarnagildi, svona það sem svona orð sem að einkenna þig að það sem þú vilt standa fyrir. Nákvæmlega. Þannig að ég er spennt að heyra þín gildi. Það sem mér svona datt mest í hug er, þú veist, það er traust og það er bara út frá sjálfum mér og það ég er náttúrulega búin að vera að gera svona brúðarfarðanir og hárgreiðslur í allan tíma og mér finnst þess að fólk þarf að bera mjög mikil traust til míns að ég sé að fara að koma svona stóran degi í þeirra lífi og ég sé ekki að fara einmitt no-showa eða þú veist, vera eitthvað skrítin á því eða eitthvað skilur, vera þunn eða eitthvað þannig að það er mikið, þú veist, ég mæti alltaf og ég er alltaf, þú veist, til staðar í þeim mánum, þannig að mér fannst það mega sens að segja ég væri traust. Já, það er mjög góður punktur, svona í þessu starfi, maður hugsa ekki kannski úti. Nei, nákvæmlega. Já, maður þarf virkilega að bera traust til, sérstaklega á svona stórum degi. Það er ekki gaman að vera einhverstað lengst út á að fara að gifta sig einhverstað lengst einhverju hóteli í öðru landi eins og margar af brúðunum mínum þar sem, þú veist, ef að einhver myndi ekki mæta. Nei, bara, sorry, ég var djamin í ger, þarna, getur ekki retta þér. Já, óksla þunn, bara sorry, eða þú veist. Já, þetta er mjög góða punktur. Já, og svo er það bara metnaður fyrir því sem ég er að gera og því sem ég langar að halda áfram að gera og hugrekki, sem sagt, að bara reyna að þóra að taka áhættuna, þú veist, þó að það hefur, maður er náttúrulega bara búin að leggja sitt og svona peningin og svona og bara, þú veist, allt sem að þetta er ekki the easy way allavega það sem maður er búin að kannski gera. Nei, og einmitt, þú segir þetta sé 5 ára gammalt og þú ert fædd 93, þannig að þú varst, ef við reiknum það, hvað varstu gömul þegar stofnaður þetta? 26. Já, einmitt. Já. Þannig að þetta er ekki, það er klárlega hugur ekki í svona, þú veist, þú hefðir alveg geta aldrei bara áfram að nota þetta fyrir sjálfa þig og svona. Já, nákvæmlega. Þannig að, ok, já, þetta var mjög flott gildi. Já, takk fyrir þetta. Takk fyrir það. Já, er eitthvað sem þið langar að vita svona veru þróunarferðli eða eitthvað sérstakt sem að kemur Já, náttúrulega bara margt, þú veist, bara út frá því, sko, formúlur 1, svo er það bara að velja, sko, umbúðirnar sjálfar. Þú hlýtur að þurft að búa til, eða sko, prófa margskonar umbúðir og passa það passi við
efnið svo að sé ekki oxast eða hvað sem það bara hvernig var það ferli og hvar byrja maður? Já, finna framleiðanda á allt fyrir mig allt. Einmitt, sko, það var alveg meira ves til dæmis að gera vökvann, þú veist, eins og hann á að vera 100%. Það var ég reyndi, eða þú veist, ég notaði fullt af alls konar efnum sem að ég reyndi til þess að reyna að finna út í hvað megaði sens allavega fyrir vöruna mína sem ég langaði að koma með. Prófaði alls konar ilmefni og ilmkjarnaoljur og sápuliti og eitthvað svoleiðis. En svo komst ég að því bara eins og í þróunar ferlinu að mér langaði að vera, sko, það svona listi sem heitir IFRA sem sem sagt allar oljur og efni og svoleiðis merkt, þú veist, þurfa að vera með þennan lista. Gæðastað. Já, gæðastað og þannig tók ég eftir að þú veist, það mismunandi gild, eða þú veist, oljur og annað önnur efni, þau, þú veist, eru leyfileg í mismiklu magni fyrir eftir hvaða líkamshluta eða þú veist, þú átt að vera að setja hana á, skilu. Þannig að mér langaði að velja eitthvað sem að væri algjörlega skynsæ fyrir, þú veist, andlitið og eitthvað svona, þó að þetta náttúrulega þannig, þú veist, þú ert í raunin að nota, þetta ekki andlitsvara í raunin, þetta hreinsefni, en þá langaði mér samt að hafa það alveg, þú veist, á hreinu, þannig að enginn myndi vera með eitthvað útbrot eða eitthvað, þú veist, og þannig að ég náði að finna eitthvað sem sem sagt, notað í bara húðvörum öðrum, kremum, serumum, þú veist, andlitsvötnum og þú veist, þetta eru þannig ilmóljur, sko. Þannig, og svo í sambandi við sápulitina og það mér langaði að vera með svona ákveðin lit, þú veist, í rauninni flaskan sjálf og límmiðin, þetta rosa plain, þú veist, þannig að litinir eru svona koma fram í vörunni sjálfri. Já, og það svona, þú veist, liturinn á vökvanum, þetta svona pastellitir. Svona pastelgræn, pastelbleikur. Og það var alveg smá ves að finna eitthvað svona náttúrulegan sápulit sem að skildi sig ekki í alkohóli og þetta alkohóllausn, skilur, þetta svona sótthreinsandi based. Þannig að það tók mér langan tíma að fylgja og þarftu náttúrulega að fylgjast með, þú veist, þó að það skilur sig ekki strax, þá kannski gerir það á mánuði eða eitthvað, skilur, þannig að það var svona meira vesen. Þessi ákvörðun tekin út frá, þú veist, ok, ég ætla að hafa umbúðunar eða spraybrúsan glæran og lit og vökvan í lit versus bara hafa hann ekki litaðan og hafa hann þá bara í litar flösku. Var einhver ákvörðun þarna bakvið? Já, það var alveg ákvörðun þarna bakvið. Þú veist, fyrst fór ég bara að þróa venjulega, þú veist, burstarhreinsin sem sagt sjálfan áður en ég var komið með algjörlega svona sín á þetta. En svo hef ég samband, eða sko mér dettur í hug að tala við eina æskuvinkonu úr grunnskóla. Við vorum alveg mjög góða vinkonur sem sagt í grunnskóla og svo fórum við í einhverja áttina nema hún bóka mig síðan í brúðarferðun og hárgreiðslu fyrir brúðkaupið sitt og þá kynntust við svona aftur og hún segir mér að hún sé byrjuð í svona með fyrirtæki þar sem hún að svona hanna og selja brúðar kort, eða svona boðskort fyrir brúðkaup, bréfsefni, þú veist, matseðla og alls konar svoleiðis. Og ég fylgist eitthvað með því og hún að gera flotta hluti þar og hún býr til síðuna fyrir mig til dæmis, þannig Ásthildur make-up, veist, þannig ég er búin að sjá að hún allan mjög færi, hún með gott auga og ég spyr hana hvort að hún væri til í að hanna vörumerki með mér eða fyrir mig. Hvort að, þú veist, hún hefði náttúrulega aldrei gert það áður. Og hún svona þannig típa, svona metnaðarfull og fer svona all inn í hlutina. Hún bara tók því bara, bara og gerði þetta bara rosalega vel. Sendi mér, þú veist, einhvern svaka, þú veist, hvort þetta hafi verið 14 blaðsíðna listi eða eitthvað sem var bara með spurningum bara, hvernig líður þér þegar þú, eitthvað svona bara, bara brandgætt. Já, bara algjört, sko. Bara eins og hún hafi gert þetta 1000 sinnum áður líka. Og varst þú búin að fara í þessa vinnu áður og hugsa allt þetta svona
spyrja þessa spurninga? Nei, alls ekki sko. Þá var ég, á þeim tímabili var ég alls ekki komin þangað sko. Þannig varst þú bara þá að mixa saman efnum. Já, þannig var ég bara eitthvað að reyna að þróa formúluna en ekki komið með svona, ég var komið með eitthvað svona hugmyndir á nöfnum og svona og síðan ég mitt ákveði við þetta nafn. Og hvernig endaður þessu nafni mitt? Það var, ég sko, manið ekki nákvæmlega en ég var með alls konar, þú veist, mér langaði í mist, mér langaði að segja, sko, hafa mist í þessu og þetta svona spray, en svo var það, þú veist, já, mér ána með, sko, útkomuna, en ég man eftir einu sem ég var svona nálagt og það Mist It Up, þannig að ég er alveg fegin að hafa haldið Mist & Co. frekar. Já, mest að meira svona, passa betur við væpið á vörunni. Og þannig vorum við til dæmis ekki eins og komið með væpið eða sko vörumerkja svona mýkt í því, svona stílhreint. Nákvæmlega, kvenleg. En ef þú hefði farið í Mist It Up þá held ég að þú þurft að fara í svona bóldliti, meira svona, ég sé fyrir mig þá sé ég skærarliti. Það er bara allt annað dæmi, sko. Og kannski þá er mitt allt önnur tilfinning sem myndi fást. Þarna maður finnur strax einhvern veginn hreinleika og svona maður upplifir svona einhvern veginn svona ró í kringum vörumerkið og hvernig varan er. En held ég að það fyrir hináttuna það hefði allt einu verið meira svona partí. Bara nix, svona bóld. Þetta er nefnilega, þetta skiptir allt máli, svona hvernig tilfinningum maður vekur. Akkurat. En þarna, og þessi vinkunaðin, gerði hún logoið? Já. Hefur gefið henni þá shoutout eða? Já, hún heitir Alína. Ég veit hvað það er. Já, það? Já, hún var að vinna í smá stund hjá mig í Sara. Já, einmitt. Hún er rosalega flott. Hún er rosalega flott. Já. Og bara ótrúlegt að hún hafi, bara farið í þetta einhvern veginn bara bara gera svo heildstæða bara brand upplifin, ekki bara logo. Það er tvennt ólíkt, sko. Gera eitt logo eða gera bara svona heildar upplifin á brandinu. Já. Og var þetta ekki skemmtilegt? Þetta var bara mjög skemmtilegt, sko. Bara virkilega. Og mjög þakklátt fyrir þetta sko frá henni verandi bara, eða þú veist. Og varstu þá að sjá fyrir þér bara hver er þið svona þinn markkópur og búið til svona draumaviðskiptavinn og svona, hver er hann? Hver er markkópurinn þinn? Kannski ekki beint svona, markkóp, það er ungar konur, en það var líka bara eða sko, fólk fyrirgefið frekar sem að notar förnabusta og það var bara út af því að þú veist þá er ég að meina bara, þú veist, allir skalinn bara frá 14 og upp í kannski 36. Já, allavega, eða þú veist, guðmungur, alveg 50, allavega fólk, mér finnst eins og kannski eldri konur, 50 pluss, eru bara ekki mikið nota förnabusta, en kannski það eitthvað, en allavega, það var svona targeta á fólk sem notar förnabustan í sína reglulega. Og Og þá Íslandi, eða hvar byrjaður, á hvað markaði byrjaður? Byrja bara hér. Og við erum einmitt bara að framleiða bara í næsta húsi hér, sko. Já, er það framleitt heima líka? Þetta er framleitt á Íslandi. Ok, og hvernig, einmitt, það var líka næsta skrif, hvernig finnur þú framleiðanda fyrir þetta, þú veist, af því að eins og þú varst að lýsa, varstu bara fyrst að gera þetta sjálf. Já. En hvernig outsourcaður því? Nákvæmlega, sko, þannig er ég og Ívan, kærasti minn, þannig við byrjum með kokteilskólan. Hann er, gamall barþjón og var út í námi og kemur heim og flytur til mín og er með Reykjavík kokteil þarna sem við eigum líka erum að reka saman og þarna var Reykjavík kokteils bara algjört svona hliðarverkefni, þú veist, ekki eitthvað svona sem að var að borga sér laun fyrir, sko. Og hann fyrir að bara velja sér fyrir hvernig hann á að finna sér, eða hvaða vinnun á að fá sér, sko. Og svo kemur þannig COVID, þetta er 2020 og við ferum í kokteilskólan eða erum í það að á snaps í kjallaranum þar, fáum að vera þar bara frítt alltaf á 50 dögum og það er bara alltaf fólk sem kemur á námskeið til okkar. Ég er bara eitthvað aðstofan skilu og er að segja hann svona hvað meikar kannski svona sens á meðan hann er bara að kenna og svo er ég að setja endilega, sko, þetta er geggjað, sko. Ég þarf þess að drekki, ég er svo góð að gera kokteil. En frábær tími til að gera kokteilaskóla í COVID. Var það ekki svolítið spes? Þetta var samt svo skemmtilegt og þú veist, á þessu tímabili þá hvort það hafi verið, þú veist,
að það voru þessar samkomu takmörkanir eða eitthvað þannig, hvort það hafi verið 10 og 20 eitthvað þannig, þannig að það var alltaf, við náðum yfirleitt alltaf að fá fólk. Já, og þá var kannski fólk ekstra þakklátt fyrir að með að koma saman að gera eitthvað skemmtilegra. Já, ok. Þetta var alveg, og stundum við vorum alltaf, þetta var alltaf á 50 og við vorum að keyra hana í miðbænum, þetta var bara svona eins og draugabær, þú veist, það var bara á öllum börum var bara closed, bara, þú veist, 5 metra reglan eitthvað. Já, neða, bara lokaði raun út, þú veist, ef þú getur bara tekið 20 mannsinn á staðinu þinn, eða veitingastæði, þá getur bara frekast eftir, eða skilur. Borga sig ekki, bara borga launa og eitthvað. Já, þannig að stundum var mér þess að bara, já, en þetta var bara mjög skemmtileg tímar og við, sem sagt, ákveðum að við erum þannig bara að safna og svona, við ákveðum að eyða fjárfesta peningnum sem við græðum á kokteilskólum á þessum tíma í að fyrstu framleiðslu Mistakó. Vá. Já, og út af hans tengslum í þessum áfengisbransa, eða þú veist, þá þekkir hann mann sem heitir Jakob og Jakob átti Foster Distillery sem hérna rétt hjá og Foster Distillery að framleiða alls konar spýra, þú veist, vodka, gin og svoleiðis og líka hreinsivörur, spritt og þú veist, alls konar svoleiðis. Já. Og þess vegna datt honum hann að heyri hann, að bara heyrði hann og bara já, komdu á fund og við ferum á fund og hann bara svona hjálpar okkur alveg greiðlega mikið, sko. Bara, já, virkilega þakklátt fyrir hann að hafa komist, já. Þannig að hann framleiði vöruna fyrir ykkur og þá ertu bara búin að ákveða einhvern veginn að fara í fjöldaframleiðslu og koma sér í búðir og... Já, og þá var maður bara svona sirka komið með verð á það, svona sirka og bara hvað er doable og hann kemur með sína inputa í bara alls konar bara í sambandi við framleiðslu, þú veist og já, og þá erum við allan að dekkuð með það og við veitum hvernig það allt virkar fyrir sig og hann með búnaðinn til þess að framlega þetta og já. Og svo er annar handlegur, það er náttúrulega bara leyfin, heilbrigðiseftirlit og að standa í því öllu. Hvernig fór það ferli fram til þess? Nú eru þið að framlega hreinsivöru þá sem fellur þá líklega stundi þannflokk en ekki húðvöru. Já. Og þá var hann með tilskilin leyfi til þess. Já, hann er með svona leyfin fyrir það. Já. En ég þurfti samt alveg að eyða miklum tíma í þannig mál í sambandi við hverju stofnun. Já. Að hérna, þú veist, það eru já, maður þarf náttúrulega að skila skýrslum hvað er í þessu og eitthvað svoleiðis og svo fatta ég eftir á þannig að þeir eru búin að, þú veist, gera allt hérna, þú veist, eins og það er bara allt komið af stað og ég er búin að panta flöskur og við erum ekki svona, þá hérna föttu við það að við þurfum að merka flöskurna með svona hættu merkingum og þetta er yfir 100 millilitra, það er ef það er svona, þú veist, það er svona ákveðin efni í þessu, þú veist, svona sterk sóttuninsæta efni og svona, ef það er yfir 100 millilitra þá þarftu að merkja þetta með einhver svona hættumerkingum sem ég var bara skotin, það er ekki nú fallegt. Nei, það má ekki fara með þetta náttúrulega eldi og svona. Já, þetta er svo leiðilegt, en svo er þetta, þú veist, guðmuggaður, þetta er tröflum ekkert í dag, sko. Mér finnst þetta bara gæðamerki. Já, í rauninni, já, kannski. Í rauninni verið, hvað þetta er eldur og hvað er þetta upprópunamerki? Það er varúð hætta. Já, þetta er líka bara þessi eldfimmu vökvi og svona, þetta segir sér sjálft í rauninni. Og þetta er bara svona einmitt. Ef að þú ert að fara að spreyja þessu upp í auguna þér þá er þetta að fara að valda augnartingu. Ekki gera það. Nei, það er neitt slíkt. Nei, þetta er svona bara típist. Passa börn og eitthvað. Já, einmitt. En það er bara... Ekki drekka þetta. En sem er ofta fundið því að ef þetta hefur verið undir 100 millilitra þá hefur þetta ekki þurft að vera svona mikið, sko. Já, ok. Kom það eitthvað til greina að hafa þetta í minniflöskum? Eða ertu með minniflösku líka það? Jú, svo eftir á hef ég alveg gert svona lítil svona travel size. Já, ég hugsaði það einmitt. Ég hugsaði það einmitt. Það er úrslasniðið. Já, það er alveg virkilega. En er þetta eins og þetta bleikt og svo ertu með grænt líka? Er þetta sama varan eða er þetta... Þetta er í grunninn það sama, nema bleiki er deep clean og er aðeins sterkari. Já. Og þú veist, betri fyrir svona hérna... Svona atvinnuförðun og fræðingar. Já. Það heitir svona kannski bara svona... skyndiþrjá eða svona hugsa svona aðeins meira bara svona milli fyrir eða eftir, þú veist og hvort koma undan og eða koma þetta bæði einu eða? Hérna
þetta kom, þú veist, ég var ekki alveg búin að þróa nákvæmlega lyktina, nákvæmlega vöruna þegar ég talaði með við Jakob í fósturstilliri og ég ætlaði bara að vera með eina hérna vöru, en hann kom með þá hugmynd bara, þú veist, en okkur ekki tvær, ef að, þú veist, að hann átti, eða á Björk og Birkir sem þetta svona líkjörar íslenski með Birki greinum í og hann sagði bara, þú veist, ég kom með bæða og mér veist að, þú veist, allan hann Akkurat, af því maður getur kannski ekki verið búin að ákveða alveg hvor típun af markaprófílar og þá kannski byrjar að sjá þú hefði getið til með svo lansa 3 og bara byrja að sjá ok, þessi hérna gang best, ég ætla bara að púla henni tilbaka nákvæmlega já. Þannig að og hvor vinsælli? Sko, Deep Clean, þessi bleiki það fer meira af honum en það er líka bara svona, ég held að já, förðunarfræðingar eru bara langmest með hann, þú veist, bara nota náttúrulega endlaust af þessu, eða svona já. Þannig að já, hann er aðeins nota hann kannski bara eins og hinn er ætlaður á milli kuna já, alveg bara já, geta lindum með það og það er alveg hægt að, þú veist báðir virka mjög vel, sko og eru bara, þátt að hinn sé hann sterkari en svo er líka bara munurinn er líka ilmurinn það er þessi græni með svona green tea og lime lykt og þessi bleiki er svona ferskar blómur eða fersk blóm okay. Og hvað, næsta skref þú ert búin að framlega vöruna, koma umbúðunar og nafn og logo og allt, þá lítur næsta skref að vera að koma svo í sölu hvernig gerir það, byrjaður að selja þetta sjálf eða fórstu strax að leita eftir sölu aðilum? Já, sko, þegar mér langaði bara alltaf að gera þetta bara stórt, skilur, eða þú veist, það er náttúrulega bara, þú getur ekkert framleitt bara eitthvað 500 stykki í svona stóri versmiðu, skilur, þannig að maður þarf að framlega ansi mikið. Hvað mikið? Þú veist, man ekki handlega mér að framlega eitthvað ans minna fyrst, hvort það hefur verið, þú veist, 2000 af hvoru eða eitthvað þannig. Í fyrstu framstinni? Já. Mér finnst það mjög mikið. Já, það er svolítið mikið. Já. Þannig að, þú veist... En ég meina samt, kannski, þú veist með þetta, hvað gildir einn svona var lengi? Hvað er líftími? Já, svo vissum maður ekkert endla það þá, en hún gildir alveg bara... Það er ekkert út eitthvað. Þú þarft að setja eitthvað líftíma sagt eitthvað reglum eða eitthvað. Eftir opnum. Ekki á hreinsifur. Nei, ég held að sé ekki á kannski alltaf leið. Það getur verið bara, ok, ég ætla að gera einu og hún getur kannski verið bara 5 ár. En maður vissir ekki nákvæmlega þá, skilur, hvort að eftir 3 ár myndi þetta byrja að skila sig eða minka leitin eða eitthvað, sko. Þú veist, þannig að mér langaði bara rosa mikið að fara með þetta í bara stæðstu snýstuvöruverslun á Íslandi og það er Hagkaup. Hérna bara alveg og hérna ég hef bara samband við finn út úr einhverju e-maili hjá mannesku sem yfir snýstuvörudeildinni og já, nákvæmlega geggjuð og ég hérna fæ fund með henni og þá er ég bara með einhver svona prototípur, skilur, bara ég er búin að líma sjálf einhvern af hérna eða svona, blað. Já, bara blað basically og er bara búin að blanda sjálf og gefinni og er bara, þú er að prófa þetta er bara svona, og hún bara elskaði þetta, fannst þetta mjög góð hugmynd, ég líka seldi þetta líka þannig að þú veist, þannig að þetta var 2021 og þú veist, þetta er þannig að byrjað rosa mikið svona hæp með snirtivörur, þú veist byrja allir að spá í bara serum, krem, double cleansing og bara... Gerst í COVID? Já, þetta er einmitt. Og ég sagði bara... Líka bara í húð umhyrðu. Nákvæmlega, bara... Sem og efnum. Já, þú veist, hvað þú ert að setja á þig. Já, nákvæmlega. Já. Og ég sagði bara við hana, þú veist, það er ekkert að vera, hérna, fyrir fólk að vera með eitthvað, að kaupa sér dýrar snirtivörur og eitthvað svona og setja sér bara, þú veist, bara bakteríu, bara eitthvað... Já, nákvæmlega. Þannig að henni leist bara sjúklega vel á þetta og sagði bara, já, bara, við erum inn, bara, veist. Svo hvað þetta er samt líka geggja, bara, smá útudúr, ég var að vinna í Hagkaup á þessu tíma, sko, og þannig að ég, með svona einsýn, þú veist, mér finnst þau vera svo duglega að styðja við frumkvöðla. Þau eru það. Það er eiginlega bara, ég ætla ekki að segja að taki við öllu, en þegar þau fá fólk, hvort sem það er í einmitt snirtivöru eða matvöru eða bara öllu, þegar það fær fólk á fund sem er með passion, þá eru þau eiginlega alltaf til í að gefa þeim sjens og þetta skiptir svo miklu máli og bara sjáta þetta þau fyrir það en gaman að setja sig frá þess að því ég man svo vel eftir þessu, ég gerði eitthvað gjafaleik og eitthvað þetta var nýkomið og svo fyndi ég að þetta sé núna 5 árum setna orðið svona stórt hann er frábært, þú varst strax bara
komin með samning við þau þá? Já. Og þarna... Það var rosa bara... Og hvernig fóru fyrstu daginni fram? Hvernig brást markhópurinn við? Hann brást bara mjög vel við, sko. Þetta var alveg svona, bara mjög vinsælt, eða fannst mér, sko, eins Já, ég hugsa líka bara hvað þetta er frábær tímasetning að koma með eitthvað svona hreinsi veru súttreinsandi akkurát á þessum tíma. Þetta lítur að vera einhvern veginn svona hendugt á mörgu leiti, sko. Nákvæmlega. Svo kemur stutt á eftir hana muni eftir Mr. X og ég var bara og bara geðveitt stressuð að það væri eitthvað það var svona eitthvað líka COVID eða þú veist það var COVID spreyið spreyið og þú settir það á herbergi og þá áttu að drepa bara alla sýkla í bænum eða eitthvað ég keypti þannig allir er svo business í COVID og þetta var bara eitthvað risa dæmi sko og ég var bara nei og það þú veist En var fólk líka að röggla þessu saman? Mér fannst það eitthvað svona aðeins eitthvað, en þú veist, ég var bara eitthvað stressi með það, ég veit ekki af hverju, sko. Já. Þú veist, en... En hvernig var tilfinningin bara, hvað var þetta langur tími eftir að þú byrjaðir svona framleiðsluna og eftir að bara þangað til að varan var tilbúin og komin í búðir? Já, bara, í rauninni var bara síðasta skrefið var bara þegar við bara framleitum og þá var þetta bara, ok, let's go, beint í búðir, þú veist. Þannig að það var bara... Þannig að þegar þú varst búin að framlega þá byrjar að hafa samband eða varstu byrjað að hafa samband meðan framleysla var? Já, nei, ég var bara komið með, ég hef samband við alla, þú veist, eins og, já, þau ég hafa kaup og svona, og þá er ég ekkert búin að framlega neitt. Nei. Þá er ég bara með, þú veist, mínar blöndir sem ég er bara búin að gera inn í eldhúsi, skilur, og líma á og eitthvað. En leið þau segja bara, já, við erum mega til, þá förum við bara á fullt að bara framlega, þá veitum við að við getum framleitt x mikið, þú veist, við getum framleitt svona mikið út að við erum að fara með í allar hagkaupsverslanir. Já, þannig að þú varst að koma með smá öryggi í að því að náttúrulega mikið af eigið fjármagni sem var að setja í svona, að þá ertu ekki að renna kannski alveg blind í sjóin, þá veistu ok, ég er allan að koma með eitthvað smá öryggahöfn hér og svo getur bara byggt ofan á það. Já. Og hvað var næsta skref? Þú varst komin í hagkaup og var þá auðveldara fannst þér að komast í næstu verslanir? Það var svona bara margir sem hefur samband líka og þessar minni krútlu eða svona flottu ferðunarverslanir margar eru með Mist og Kó og hafði samband við okkur og ég sem ég við þær og já, þannig að þá bara byrjaði þetta bara einhvern veginn að rúlla þú veist, og maður var alltaf henni bara byrjaði að hérna framlega fullu bara? Já, framlega og bara mæta í búðir og fylla á og Já, en varstu líka með setja alla hattana einmitt, að sendast og vera að blanda og markasetningur alveg. Og varstu líka með netverslun eða? Já, svo verður líka með netverslun. Þannig að þetta eru eins og þú segir margir hattar. Já. Og hvað þarna finnst þið skemmtilegast við þetta? Er það, þú veist, vöruframleiðslan, markasetningin, rekstrarlega eða bara allt þetta tengt förðunarbransanum sem er náttúrulega grunnurinn, þú ert förðunarfræðingur, þannig að þetta náttúrulega tengist inn í þann heim. Já. En hvað, veist, maður getur ekki verið góður í öllu. Nei, en hvað er ég er ekkert sérlega, þegar við eigum þetta saman, ég og Ívan, maður minn, og hann er svona meiri í eitthvað senda reikninga og þannig þótti ég sé alveg með mjög mikið svona peningavit, eða þú veist, ég er mjög svona, já, þá er ég ekkert í þeim málum. Við líka bara út að vera með fleiri fyrirtæki, þá er alveg betra að eitt sé bara í þessu í staðan fyrir sem bæði eitthvað á fullu í peitæ eða skilur. Já, bæði allt í öllu. Já, allt í öllu þá reynum við að svona skipta okkur svolítið. Það er mjög sniðugt. En mér finnst mjög skemmtilegt að markasetningunni, mér finnst, þú veist, hún er rosalega krefjandi samt að vera, hún er rosalega hröð fyrst mér allavega, þú veist, TikTok og allt þetta sem er ætlast af manni í rauninni, þetta er mjög skemmtilegt, en ég var ekkert að fíla þetta fyrst, sko. Þú veist, ég var ekkert eitthvað, mér fannst bara ótrúlega óþægilegt að vera að tala í frontkameru, þú veist, og allt svoleiðis. Þá vorum við með eitthvað markaðsfyrirtæki sem var að hjálpa okkur, sko, og þau var bara, já, þú ætlar að koma þetta á næsta stig, þá þarfst að gera. Og ég bara, þú veist. Svo þú að vera andleit vörumerkisins. Já. Og þið fannst það alveg áskorun. Hefur frekar vilja vera bara bak við tjöldin og... Sko, núna er ég bara mjög þakklátt fyrir það, sko. Og mér finnst það bara, þú veist, ég bý að því að geta verið, núna bara, þú veist, núna finnst mér þetta ekki erfitt. Ég er alveg, stundum er ég mis til það, skilur, en mér finnst það bara skemmtilegt, sko. Og já, þú hefur alveg verið svona duglega að setja út svona alls konar efni, bara bak við tjöldin og svona. Já. Og finnst þér þetta
finnur að þetta svona það sem fólk vil sjá? Já, ég finn það sko. Það bara þannig. Já, það búið mjög gaman að fylgjast með þér og þessum vexti en þú ert að segja að þið voru náttúrulega byggja upp annað fyrirtæki samhliða. Já. Og svo veit ég að þið hafa eignast 2 börnanna á þessum 5 árum síðan Mr. Co var. Nákvæmlega. Þannig að hvað er þetta? 2 fyrirtæki, 2 börn, 5 ár? Þetta galið sko. Já, þetta ekki eintómur dansarósum? Nei, já, þetta bara mjög mikið álag sko, en mjög skemmtilegt álag sko, eða þú veist. Já. En oftast ekki alltaf samt. En en já, þetta bara mikill pakki skilur, en bara, og líka bara, þú veist, þegar maður nýbúin að eignast barn og svona, þá maður ekkert mikið eitthvað eða vilja kannski vera eitthvað að hugsa vinna, þú þarft samt líka bara að gera það, og þannig að engin annar að fara að gera fyrir þig. Það var einmitt það sem ég ætlaði að spyrja, gast þú fyrir fæðingarólof? Sko, svona, hann hjálp eins og núna síðast, þá bara tók hann eiginlega allt, sko, af mér, og bara þá réðum við basically auka manneski inn í Reykjavík Cocktails og Cocktailskólan, og hann fór að hjálpaði mér meira með Mr. Co. Þannig að þá gæti ég allan að vera svona aðeins aðeins félagst. Já, en maður er samt alltaf með, svo fyndi maður búin að heyra svo mikið þú veist, að fólk að tala þú veist, samviskubit þegar það er að vinna og mikið eitthvað svona, en svo líka finn ég, þú veist, samviskubit stundum fyrir vörumerki, fattiði mig, þú veist, ég get alltaf gert meira, já, og ég gæti verið að vinna miklu meira, einhvern veginn, þegar maður er með sitt eigið, þá, fattiði hvað ég meina, þú veist, ég get alltaf, auðvitað, þú veist, stundum er ég bara heima og við erum búin að svæfa börnin og mér langar bara að chilla, skilur, mér langar bara að horfa sjónvarpið eða eitthvað, en þá fæ ég samviskubit út af því ég gæti vera að vinna og brainstormað eða eitthvað, skilur. Já, ég held að þetta sé mikil æfing í að vera í einrekstri, er að hvað ég segja, ekki finnast mann að vera latur eða eitthvað slíkt þegar maður þarf hvíld. Það er bara rosa mikið þannig, sko. Það kemur aldrei í móment þar sem að þú bara, já, það er ekkert að gera. Ég hef ekkert, það er ekkert sem ég gæti gert núna. Þú getur alltaf gert eitthvað meira. Checklistir klárast aldrei. Nákvæmlega, þú veist. Þannig að við erum alltaf reyndar að minna okkur á þetta, sko, þú veist, en þetta er svona djúpt inn í manni einhvern veginn. En hvenær kemur svo tímapunktur að, þú veist, ertu með einhver starfsmann eða einhvern sem aðstæður í þessu eða ertu bara, við erum aðalega bara við 2, við erum með svona markas, ráðgjöf, já, og og ég fyrir núna hjá honum Sindra, hann bara kærlega heilsa þér. Kærlega fyrir. Og svo er ég með eina stelpu sem er á TikTok sem að ég er svona, hún er bara svona verktaki hjá mér að gera efni líka og er mjög skemmtilega, stundum tekur hún mig upp og stundum sé sjálfa. Já, ok. Og það var ég meina eins og bara það að efnisköpunin. Já. Hún er svo tímafrek og maður er ekkert alltaf í kreatífmóti þegar maður hugsa svo allt hitt, reksturinn, pantalinnar og allt það er, þú veist, stundu þarf maður einmitt að hugsa, ok, hvar var í mínum tíma bestvarið versus peningarnir, að fjárfesta einmitt í, þú veist, það er til svo mikið að einyrkjum í dag og sérstaklega, þú veist, ungu fólki sem er til að gera þetta í hlutastarfi og slíkt, sem er bara mjög fært að búa til skemmtilegt efni. Að þá er þetta, myndi ég segja, góð fjárfesting en ekki endilega eyðsla. Já, 100%. Það hefur alveg liðið þannig með þau, sko. Já. Þannig að svona bara fyrir þá sem eru kannski nýkomnir að stað með sitt vörumerki, af því þau hafa kannski ekkit endilega efni strax að fara í einhverja stórar auglýsingar eða í einhverja mikla efnisframleiðslu, að þá er þetta til mig svo rosalega, sérstaklega ert með kannski yngri hópa sem markhópa. Já. Þá er þetta alveg frábær leið til að byrja og svo er þetta bara að byggja ofan á það. Já, við getum bara vaksið saman líka því að þetta er allt fólk sem þarf að koma sér að framfæri og vantar eitthvað félagsgrána og svona, vinn fyrir báða. Nákvæmlega. Þannig já, það er góða punktur. Já. Einmitt. Þannig að það er svona aðlega sem við erum með núna, sko. Já. En hver eru næstu skru? Ég sé að við erum með 3. vörun á borðinu. Já, við erum í rauninni, sko, vöruflokkarnir sko, ansi margir núna og við vorum, þegar ég seti þetta á marka, þá erum við með þannig deep clean, daily og svo eitt svona klút, eða svona eins og þú ert með svona towel, við kallum þetta removing towel. Removing towel. Já, og
og svo núna erum við komið með, þú veist, við erum komið með 2 gjafakassa, við erum komið með 1 sem er hérna, alveg eins bustarinsi sem er svona gulari og hann er hérna ekki með einin ilmi. Þannig að hann er svona sensitive. Já, ok. Já. Og var það eitthvað sem ákast að þróa út frá eftirspurn? Já, það var út af eftirspurn. Það er svona, já, það var komið svona fólk sem voru að segja, þú veist, ég er með svo mikið rósróð, ég má bara ekki neina lykt eða eitthvað svoleiðis og þá bara langaði mér að gera það, sko. En já, þannig að það er gott að hafa hann svona auka. Og eins og hérna handklæðið, eða hérna removing towelið. Já. Þú veist, hvernig vilur það til dæmis? Þú veist, er það einhver pæling líka bak við það? Þú veist, og hvar finnur þú aðalega til að panta þetta hjá? Já. Er þetta fyrir andlitið, er þetta fyrir bustana? Já, sko, þessi stóri, hann er bleikur og hann er fyrir bustana, hann er fyrir bustaþrif. For your brushes. For your brushes. En þessi litli? Jú, hann er fyrir andlitið. Já, ok. Og þetta er svona fjölnota hreinsiklútur úr svona microfibers, eða svona örtrefjaklúturinn og hann nær öllu af bara með vatni og það er alveg klikkað. Já, þetta er magnað, sko. Og geggjað næs. Já, svona pads. Já, mæli með að nota þetta er ógeðslega þægilegt. Ég þakkar alveg að steppa upp hérna í mínu skincare. Örtrefjaklútana? Já. Og ég fann bara aðeila úti erlendis til þess að framlega það fyrir mig. Já. Og var það mikið svona einmitt bara senda skilabóð, fá hvað segja svona pröfu og hanna eitthvað og senda tilbaka fram og... Já, svolítið svoleiðis. Já. Það var svona, já. En umbúðirnar? Er það framleitt úti eða... Já, það var alltaf framleitt á Íslandi en svo ákvað ég að gera það úti. Já, það var bara eins og með limmiðana á flöskunum, þú veist, þetta er ekki matt og þetta er ekki glossy og þetta var alltaf eitthvað vesen á Íslandi að fá alltaf það sama, þú veist. Ég pantaði fyrst fyrir framleiðslu og hún var bara fullkomin. Svo pantaði ég vil fá nákvæmlega eins og hérna, þá var það ekki til eða þú veist, þá fekk ég bara eitthvað sem var alveg ásjónlega munur og hérna, þannig að ég þurfti svona meiri stöðleiki þeim málum. Já. Og kannski geta líka bara panta í meira magni eða slíkt. Já. En ert þú að setja limmiðana sjálf og færðu flöskuna með limmiðanum? Nei, ég fæ bara venjulega flöskur og svo eru þær bara settar í vélina, eða þú veist í framleiðslu. Já, og svo er bara meðavél sem að setur á allar flöskunar. Það er þetta sem að fólk áttar sig ekki á, öll þessi smáatriði, allar þessar ákvarðanir sem þarf að taka í svona í rekstri, sko, og líka bara eins og með greiðslu mátan og vera með hérna, netverslun, ert þú að pakka pöntununum eða ertu með, ertu ekki með vöruhús? Nei, ég geta bara alveg sjálf. Já, þannig að þetta er, ég held að fólk gerir sér ekki alveg grein fyrir hvað er mikil vinna bak þetta að vera að fylgjast með byrðunum í verslununum og svona. Þetta er bara... Já, hvernig skiptist það með, þú veist, hversu mikla áherslu ert að leggja á sölu í netverslun versus í verslunum? Já, ég vil bara leggja mestu áherslu í verslunum. Það er bara, þú veist, mér finnst mjög næs að fá pantanir og ég elska það, skilur, það er, maður fær náttúrulega alltaf mest fyrir það líka. En ég vil svona, en ég vil hérna. Þannig að eins og á þeim tímapunkti sem þú ert á núna, þá henta þérinni betur að selja meir, bara að fylla á í verslanir og salan fyrir þar fram. Já. Og svo kannski síðan meir þegar þú ert einhverjum öðrum staði, kannski ekki með svona lítil kríli og svona, en þá að stækka netverslun. Líka bara þú veist, fjöldin er alltaf þar held ég, skilur. Ég allan að, ég eins mikið og ég trúi því allan og held að þú veist, það sé miklu meiri magn sem er í gangi, þú veist, í öllum þessum búðum heldur en ef ég var með eina netverslun. Já, og líka það er að kannski fyrir fólk að sjá vöruna og bara gera sér grein fyrir hvernig maður notar hann og svona. En svo er kannski með fyrstu kaup er kannski í verslun, næstu kaup eftir og verður kannski netverslun. Og svo, þú veist, ég veit ekki, verður kannski hægt fyrir áskrift eða eitthvað slíkt. En hvernig, að núna hef ég séð vöruna hérna líka í fríöfni. Já. Þannig að það þýðir að þú ert líklegast örgla stóla og túrista. Já. Hvernig gengur sá markkópur? Það gengur bara mjög vel, sko. Og núna erum við, það var þetta koma pöntun með hérna travel size og ég held að það eftir að vera eitthvað, þú veist, þannig, sko. Já, ég bara sé það strax fyrir. Já, þannig að það er mjög,
mjög spennandi með það sko. Vera með svona, eins og þú segir, svona pads, svona lítinn örtröfa klút. Já. Arna ána með nýja orðið sitt. Já. Lærði nýtt orðið í dag. Og svona lita flösku í ykkur svona krút veski eitthvað. Ég sé það alveg fyrir mér á leiðinni til Spánar. Nákvæmlega. Þetta er líka bara svo sætt gjöf. Já, ekkert smá. Nei, það sko. Þetta er svo fallegt. Þetta er svo, þú veist, ég sé bara strax fyrir fermingagjöf. Já. Og útskriftargjöf og þetta eru skemmtilega gjafir. Mér finnst þetta líka bara svona fallegt til að maður veit að þeir eru svona snirtiverur og ylvötn, þeir eru fallið, maður langar manni bara að stilla þeim upp. Já, nákvæmlega. Og það er líka það sem ég finnst bara allt kontentið þetta og svona markasafnið, þetta er allt svo stílhreint og fallegt. Þannig er þetta bara svona þín vinna og þín svona hugssjón. Já, svona okkar nálgun á þetta bara, það er nákvæmlega eins og þú veist, vörumerkið er sko, þú veist þannig og það er bara svona alls konar pælingar í þeim málum líka, þú veist ég var að mynda að segja við Alexander sem er með mér, þú veist, í TikTokinu er að þú veist, ég er alveg með pælingar að þú veist, ég segi ekki skítugir förðunabustar á samfélagsmiðlum eða í auglýsingum, ég segi óhreinir, það er miklu fallara svona, eða fattiði mig, það er svona bara pæling. skiptir rosalega máli hvernig orðar hlutina. Já, akkurat. Þú veist, þetta er svona hreint og þetta er svona, eða fattiði mig, þetta er, svona hvaða tilfinning þú veist, ef þú hugsaður þannig, hvaða tilfinningu viltu vekja hjá viðskiptavinum? Þú veist, á það upplifa bara svona hreinleika og bara svona kyrrið einhvern veginn, mér finnst þetta eitthvað svona eins og maður myndi fá í spa. Já, nákvæmlega, það er svolítið svona pælingin. Já, nákvæmlega, en að gera það alveg. En hvað er þú veist, núna að þú framleysa vöru til að leysa vandamál. Já. Og það var aðra vandamálið þitt til að ná að hreinsa bust á milli. Já. Þú veist, núna er ég bara venjuleg kona sem er ekki að farða allar með mínum förðunarbustum. Já. Þannig að, þú veist, hvaða vandamál ert þú raun að leysa fyrir venjulegu förðunarkonuna? Já, og það er bara að það sé svo miklu auðveldra fyrir þær að þrífa förðunarbustana sína. Og af hverju er mikilvægt að þrífa förðunarbustana á milli? Sko, þú þarft ekki að gera alltaf á milli þína eigin, en það er mælt með að gera allavega, þú veist, einu sinni í viku og það er alveg til alvörinni rannsóknir sem er bara hægt að fletta upp á netinu sem að sýna að sko óhreinn förðunarbusti sem er búin að vera að notkun einhverja þú veist, vikur eða eitthvað geta verið óhreinni og innihaldi fleiri bakteríur. Ekki segja það. Jó, heldur en klósett setur á almenningsklósettum sko. Nei, á almennings? Já, ekki bara heima. Ég var alveg ekki að segja það. Já, guys, þið vil ekki vita hvað látt sín með þreif förðunarbustar mína. Oh my god, sko. Þetta er alveg saklega og þetta er alveg mitt markmið að bara, þú veist, láta fólk bara skilja og þetta er alveg, það er smá skrítið að við séum ekkert að spá þessu en við erum alveg allir spáið því að þú koddaverin sín. Þú veist, þú myndir ekkert eitthvað sleppa í að þú koddaverin í marga mánuði eða eitthvað. En samt er fólk svona voða eitthvað chilla með förðunarbusta en svo er það líka í samband við förðunarbustuna, þú veist, áferðin verður svo miklu fallegri þegar þú verðst að nota eftir því sko, bara þegar ég þrýf bustana mín þá er ég alltaf bara, gerir ég þetta ekki oftar því að bara, það er miklu betra að nota þá þegar þú reynir. Já. En hver er svo svona næstu skrif? Ætlið að expanda vörúrvalið frekar? Er eitthvað sem á getur tísa okkur með eitthvað sem er vinstu? Flýta er svona breytum umræðum. Skulum ekki tala meira mikilvæg. Ég er bara að byrja að sjá fyrir mig eitthvað almenningsklósett. Já, bara í snirtibötunni eitthvað. Við sukkum bárið dóri í sófan. Já, við fengum rosa flottan styrk frá Háskóla Íslands sem við erum búin að fá og það var sem sagt ég segi þetta ekki alveg 100% en háskóla útskriftanemar Háskóla Íslands í alþjóðri markaðsfræði eða eitthvað svoleiðis og þau tóku Mistokó fyrir og gerðu svona markaðsáætlun sko að koma henni erlendis og gerðu Þannig þau voru bara svona eins og case study í einhverjum áfanga hjá þeim. Já. Þannig þau voru að gera áætlun fyrir þig. Áfangi sem að og það var geggjað að Hvernig kom það til? Sóttir þú það eða? Já, sóttum það. Og hvar sækir maður það? Það kom bara svona auglýsing, bara að vera auglýsa eftir íslensku merkjum og það var valin einhver 2. Ok, þetta er snillt. Já, þetta var geggjað og rosalega dýrmætt. Og hvað kom á því? Og nú erum við bara með backlink sem er bara hvernig er best, hvaða land er best, hvaða aðferð er best, þú veist, fyrir okkur í
hérna að koma með Mist & Co þannig að þetta gangi sem best og þú veist, já og það sem sagt þau hérna töldu Danmörk vera þau komst að því að Danmörk væri svona besti kosturinn til þess að byrja og alls konar aðferði til þess og þannig að þegar þau voru að kynna verkefni þá fór ég hann í háskólan og þetta svona, ég veit ekki hvað salur þetta er svona eiginlega eins og bara dóms þetta Ambía-rýmið sem er svona eins og hringur já, þetta var ógeðslega fyndið og ég var bara að kenna þar, það er ótrúlega skemmtilegur salur rosa, og við varum bara eitthvað tvö og bara fullt af bara ógeðslega flottu fólki að, hérna, sem eru búin að vera vinn í þessu og ég var með bara stelpuna minna á þess 4 vikna eitthvað og bara hlusta á þeirra bara, já, við teljum að Mist & Co eitthvað svona geðvett, að ég veit ekki þannig að það hefur setið á hakanum út af því að maður er bara með svona lítil kríli en hérna, nú er þau loksis, báðar stelpunum minna komnar á leikskóla þannig að maður er svona nú er næsta skrif, svona bara að gerast næsta skrif er útrás já, ég reyna, eða þú veist, allavega já En ertu búin að vera að hugsa það frá upphafi bara eins og þegar þú velur nafni þá þarna hlýtur að hafa valið þetta út frá því líka að þetta myndi ganga á svona alþjóða markaði og það mér finnst bara þessi vara hún er, það vantar hana vantar sko og stundum er ég að skoða bara þú veist, til dæmis draumurinn allan að þú veist að einn dag að hann væri í Sephora eða Cult Beauty og eitthvað svona, mér finnst hún bara alveg eiga þar heima sko já, ekki spurning hvernig það mitt, af því að núna sko, þú ert með hreingerðingavöru sem er samt líklast í snirtuvöru deildinni en það ekki í búðunum og hvernig, þú veist, ég veit að bara út frá öðrum sem eru með sína vörur í svona verslunni þá er ofta svona smá staðsetningar stríð líka við að hvernig nærða að halda þér sýnilegri í verslunum? Já, það bara maður bara tekur því eiginlega sem að fær sko, þú veist, ég get eiginlega ekki einmitt, það er alveg einhverjir held ég svona stærri sem að kannski, þú veist, stórar heildsölur og svona sem að kannski eru með aðeins að ég veit ekki, fá kannski meira stærra svæði eru frekari já, eru frekari sko, en ég er samt rosalega ánægð með, þú veist, svæði eins og í Hagkaup-verslunum og svona þá, hérna, við erum með mjög mikið af plássi en það oft er það mjög neðarlega en það er bara, þú veist, maður er bara ánægð með það samt sko Já, ég meina það er ekki, þú veist, margar aðrar ef einhverjar vörur í þessum flokki þannig að þú átt svona pínu þannig flokk sko Já, algjörlega Já, mér finnst þetta alveg magnað að einhvern veginn hafa bara séð vöndun á vörunni bara að því að, þú veist, þú varst bara sjálf að upplifa þetta vandamál en og bara gera eitthvað í því Já, en líka bara því að þú veist, uppálega var þetta fyrir brúðafarinir, þetta er líka bara fyrir alla sem að nota, þetta er ekki bara fyrir þá sem eru fyrir förðunarfræðinga, bara fyrir alla sem að nota förðunarbusta En þarfst þú ekki bara svo að koma með förðunarbusta líka? Jú, það er alveg 100% eitthvað sem mér langar að gera sko. Og ég er alveg, einmitt, er í bara mikilli vörutróun líka núna sko. Þetta er svona já, það mun alveg koma eitthvað fyrir haustið og svona, eða með haustinu spennandi Já Og svo ertu líka að fara það, ekki? Jú Já, það er nóg að gera Já, það er alveg nóg að gera sko. Og það er svona bara líka þegar örgulega bara oft heyrt að þú veist hvað svona fyrstu 5 árin eru alltaf svona þess erfiðar og svo svona fyrir þetta eitthvað að gerast mér líður alveg eins og það sé búið að þú veist komin yfir svona mesta hjallan já, og þú veist, þetta er bara orðið þægilegt eða þú veist, maður bara getur borgað sér laun maður getur borgað framleiðslu og maður getur bara tekið svona eina vöru, þú veist kannski eina á ári skilur í auka úrvalið og það kostar náttúrulega maður þarf að eiga pening fyrir því Ég meina bara eins og Sara í Uník, hún var að tala að hún er búin að vera 15 ára í þessu bransa og loksins núna finnst hún fyrst vera með þetta og hún sé búin að læra svona það sem hún þarf nákvæmlega. Þannig að þetta tekur tíma þetta tekur tíma En ef þú horfir svona tilbaka er eitthvað sem þetta er í hug svona sem þú myndir vilja gera öðruvísi? Ég held ekki eitthvað þannig sko, þú veist maður verður líka bara að hugsa að allt er, þú veist, þú lærir af öllu líka sem fer ekki vel og svoleiðis en þú veist já, í rauninni, það er hérna maður hefur líka alveg lent í, þú veist fólki sem að kannski, eða þú veist maður verður líka að pæla bara hérna í samningum og alls konar svona sem getur verið ekki góð fyrir hérna mann eða vörumerkið, sko, eða fyrirtækið
þannig að þú veist, maður hefur alveg brent sig á alls konar svoleiðis en eitthvað svona áfall eða eitthvað þannig sem að dæmi svo getur nefnt já, eða þú veist ekkert eitthvað þannig, eitthvað áfall en þú veist, maður hefur lent í bókara skilur sem að var ekki kannski beint að eða svona vinna hefurlega já, einmitt að gera það sko já. Þannig að þú veist, og það er rosa riski að lenda á þannig mannesku þegar maður er að byggja upp fyrirtæki og hver króna skiptir rosa miklu máli. Akkurat. Þannig að maður þarf að, ef maður er með eitthvað red flag yfir einhverjum eða eitthvað, þá er mjög gott að bara hlusta á innsæðið og bara, þú veist, og ekki vera með eitthvað svona risa, mér finnst það allan að maður er ekki verið með eitthvað svaka samning, allan ekki fyrir svona lítið fyrirtæki þar sem að er svona rosa, eða fattur samning svona langtíma skuldbindingu eitthvað svo leiðis og það er svo kannski segir upp og þá þarftu bara að vera í þjónustu í 4 mánuði eða eitthvað hjá einhverjum sem er bara eitthvað já, það er góð punktur þannig að, já, það er allavega svona sem að ok, ég sé við náum ekki alveg tjúsinu úr sem það er einhver sagði þarna já, það er nokkur hvað bókari var þetta? Já, það er nöð en já, ég bara segja já, ég bara fylgja þarna innsæðinu þegar þú finnir einhverja svona tilfinningu þegar þetta er ekki allir með hagsmunum hans á hreinu, sko það er allir bara svolítið hugsa sig, sko það er bara pínu þannig en hvernig hefur þú einmitt upplagað eins og bara, þú veist, núna hefur þú þróað þín eigin vöru, eigin vörumerki, eigin fyrirtæki og allt svo hvernig hefur stuðningur og annað verið svona í kringu? Hefur upplifað, þú veist, ertu að upplifa bara mikinn meðbyrð? Þú veist, ertu að velja hvað fólk þú ert að segja frá ákveðnum hlutum? Þú veist, hvernig... Já, ertu að tala þá nánustu fólk? Já, bara fjölskylda, vinir, jafnvel bara ráðgjafar, þú veist. Já, þau eru bara öll bara rosa stolt og bara mikið svona tím þar sem við gerum, sko. Bara allt, sko. Bara kaupa... við mikið bara fjölskyldu og vinum og svona, þú veist, bara já, eru bara stolt og kaupa þetta í afmælisgjafir og líka með koktelskólan, kaupa gjafabréf og bókaríkju koktels og það er ógeðslega dýrmætt, sko. Já. Þú ert líka með puttana svolítið mikið í því, eða ekki? Jú. Hvernig fer þetta saman? Það fer kannski ekki mikið saman, eða þú veist í rauninni. Nei, þetta lítur að vera bara svo, svo rosalega ólík. Samverðan er alkohól. Já, einhverstaðar deep down, þá er þetta spýri. Nei, bara þetta eru, bara eins og í markkópur og svona, þetta er alveg svona 2 ólíkir markkópar, sko. Þetta er rauninni bara, það er engin sérstök, eða þú veist, það er bara ekki hægt að finna mikil, þú veist. Líkindi með þessu. Já, en við erum bara, en það er líka bara gaman, örgulega, þú veist. Væri kannski, já. Þannig að það eru stóru litir framöndan hjá Mist & Co. Já, tónlega. Og við hlokkum til að fylgjast með en og skella okkur í hraðspurningarnar. Já, heldur. Hraðspurningar. Ég gleymdi að undirbúða undir það, en það á ekki að undirbúða sig fyrir það. Það er semst nýr liður hjá okkur í boði Kristall Plus og þetta er þannig að þetta er bara hraðspurningar og þú þetta svarað því fyrsta sem kemur upp í hugan, ekki ofugsun eitt og ekki löng svör. Ok, er þetta já, nei eða er þetta bara eitthvað alls? Svona bæði kannski, þannig að bara ekki ofugsun eitt og bara deep dive in. All right. Ok, hvaða vöru ertu alltaf með í veskinniðinu? Varlit. Ef þú mætti bara nota eina make-up vöru, það sem eftir er, hvaða var að vera það? Núna verða bless, örgulega. Já. Ok, ertu meiri gloss eða varlit kona? Örgulega aðeins meiri gloss. Brúnkukrem eða sólabúður? Brúnkukrem, já, það er veit. Brúnkukrem, ég segi það bara. Ok. Hvort leggur meiri áherslu á fullkomna húð eða fullkomnar augabrúnir? Fullkomna húð. Okay. Hvað er mest glamurous við eigin rekstur? Það er hvað er erfitt að finna það. Þú veist, ekkert. Það er ekkert mikið. Eða þú veist, það er eitthvað, ég veit það ekki. Svo. Frelsið. Já, frelsið, já, það er frelsið að geta gert það sem maður vil. Að þú þarft aldrei að spyrja einhvern að vera eitthvað, má ég nokkuð skreppa, eitthvað svona. Já, það er farið til tannlæknis. Já, það er glamorous. En hvað er minnst glamorous við eigin rekstur? Það er að vera heima og bara alveg brjálega að gera og þú veist, það eru tax-free og að allir sér, þú veist, Black Friday og eitthvað svona og maður bara, við bæði eitthvað geðveitt þreytt og að vinna. Það er ekki glamorous. Það er ekki glamorous. Hvernig content finnst þið skemmtilegast að gera á samfélagsmiðlum? Mér er skemmtilegt að sína
bursta þrifin bara, þú veist, einhvern svona fancy máta, þú veist, ég tek alltaf með mér minnst að koma út erlendis og ég reyna alltaf að finna eitthvað, þú veist, ef ég er á ströndi eitthvað, þannig að mér það mjög skemmt. Það var einmitt næsta spurning, hvort virkar betur, fallegt content eða svona raunverulegt real? Raunverulegt gera í rauninu betur, þótt að ég sé kannski betri í hennu. Ertu meira voice skilabóð eða texta skilabóð? Ég er meira texta en ég er svona komin yfir í voice eða svona smátt. Hvað ertu með cirka mörg ólýsin mail í póstólunum? Ég er ekki grínast, ég er eitthvað veik með það sko, það er 5.000 og eitthvað sko, ég kann ekki alveg eða þú veist, ég bara 5.000? Já. Ég er öfugt, ég dey ef það er mikið óleysi. Ég veit að Ívan maður minn er sko áfæll yfir þessu. Aldrei maskar eftir eða aldrei gloss eftir? Aldrei maskar eftir. Og síðast spurningin, fyrir frumkvölana, hvort er mikilvægara hugrekki eða þolinmæði? Hugrekki, held ég. Geggjað. Já. Hvort segir þú, Arna, þolinmæði eða hugrekki? Hugrekki. Þið langar til að svara til spurningan líka. Ég veit það. Ég skal lofa að vera ekki með. Ég ætla bara að segja hér nú, í næsta þætti ætla ég að vera með hraðspurningar fyrir Örnu. Hún er alltaf bara, ég finn það alltaf bara, hún er hliðin á mér, bara hann er langast að vera með. Já. En hvað heldur þú, þolinmæði eða hugrekki? Hugrekki. Já. Ég held að það sé. Svo þarf maður bara að læra þolinmæði. Já. Maður getur verið óþolinmæður og svona, en maður getur eiginlega ekki sleppt hugrekkinu að maður ætlar að fara í eitthvað svona. Nákvæmlega. Þá ertu bara ennþá byrjun. Já, bara getur alveg sleppt þessu sko. Já. Þannig þetta var frábært. Eitt smá gaman að fá þig. Takk fyrir. Þetta er ótrúlega skemmtileg saga og bara geggjum vara og bara til hamingju með þetta allt og við hlökkum til að fylgjast með áfram. Þannig, Ásthildur, takk fyrir komuna í Vörumyrkvi. Takk kærlega fyrir að fá mig.